Heilbrigðisráðherra býst við hraðari afléttingum og sóttvarnaaðgerðum bæði innan lands og á landamærum. Landspítalinn hefur verið færður af neyðarstigi. Danir afléttu öllum takmörkunum á miðnætti. Það tekur lögregluna að meðaltali rúma 14 mánuði að rannsaka nauðgunarbrot. Það er meira en tvöföldun frá því fyrir áratug. Málin eru fleiri og flóknari nú, segir yfirlögregluþjónn. 16 ára stúlka frá Súðavík reynir að forðast að fara Súðavíkurhlíð til að valda móður sinni ekki áhyggjum. Hún segist ekki sjá fyrir sér framtíðin í þorpinu út af aðstæðum í hlíðinni. Stjórnendur Spotify hafa heitið því að bregðast við gagnrýni vísindasamfélagsins á einn vinsælasta hlaðvarpsþátt heims sem sagður dreifa falsfréttum COVID-19. Ábyrgð trompar málfrelsi, segir aðjúnkt í félagsfræði. Kristján Stefánsson frá Gilhaga stoppaði nýverið upp sinn 400. kindarhaus. Hrútar eru í uppáhaldi en hann er steinhættur að stoppa upp litla hunda og ketti. Komið sæl. Líklegt er að breytingar verði gerðar á sóttvarnareglum á landamærum áður en núgildandi reglugerð rennur út í lok febrúar. Þetta segir heilbrigðisráðherra. Hann hefur einnig til skoðunar að stytta einangrun vegna COVID úr 7 dögum í 5. Ráðherra ferðamála hefur bent á mikilvægi þess að landamærareglur séu í samræmi við reglur erlendis svo að ferðaþjónustan á Íslandi geti verið samkeppnishæf. Farþegar sem koma til landsins þurfa að framvísa neikvæðu COVID-prófi eða fara í PCR-próf á landamærunum. Kostnaður ríkisins við sýnatöku á landamærum árin 2020 og 2021 var tæpur 1,5 milljarður króna. Það er fyrir utan greiningu sýnanna. Er það réttlætanlegt að halda þessu áfram? Þetta er bara meðal annars eitt af því sem við erum að meta þessa dagana. Það var búið að taka ákvörðun að reglugerðin myndi gilda til loka febrúar. Mér finnst alveg full ástæða til að endurskoða það. Landspítali er ekki lengur á neyðarstigi og viðbragðsstig almannavarna hefur verið fært af neyðarstigi niður á hættustig. Þetta hefur þó engin áhrif á gildandi sóttvarnareglur sem margir hafa gagnrýnt að séu of harðar miðað við stöðu faraldursins. Willum segir til skoðunar að stytta einangrun úr 7 dögum í 5 og afnema kröfu 1 metra reglu á viðburðum. Kemur til greina taka hraðari skref og stærri? Já, það kemur alveg til greina og ég skil alveg þessa umræðu. Þetta eru inngrip í svo margt í okkar lífi og við munum alveg sannarlega gera frekari afléttingar og fyrr og á næstu dögum. Mögulega verði tilslakanir kynntar í lok þessarar viku. Ég reikna með að ég muni nýta tíma núna í þessu samtali bæði við heilbrigðisstofnanir all land og spítalann og samtali við sóttvarnalækni það hvort að á föstudaginn ég geti komið með einhverjar tilslakanir en það er bara of snemmt að fullyrða það núna. Búast má við að tafir verði á niðurstöðum úr sýnatöku á næstunni. Í gær voru 7.000 sýni tekin en Landspítalinn getur mest greint 5.000 sýni á dag og Íslensk erfðagreining tekur ekki lengur þátt í greiningunni. Danmörk varð í dag eitt fyrsta landið í Evrópu til að aflétta öllum samkomutakmörkunum. Svipað hlutfall greinist í sýnatöku þar og hér á landi eða þriðjungur. Í gær greindust rúmlega 45.000 med koronavirusmit i Danmörku. Fra den 1. februar om ganske få dage, så vil Danmark igen være åbent. Helt åbent. Þetta boðaði glaðbeittur forsætisráðherra Danmerkur síðastliðinn miðvikudag og á miðnætti var öllum COVID-takmörkunum aflétt í landinu. Frá og með deginum í dag flokkast kórónuveiran ekki sem sjúkdómur sem ógnar samfélaginu í Danmörku. Almenn grímuskylda er afnumin. Ekki þarf lengur að framvísa bólusetningavottorði eða neikvæðu COVID-prófi á veitingastöðum og fjölda vinnustöða. Samkomutakmarkanir í leikhúsum og íþróttaleikjum og tónleikum heyra sögunni til og skemmtistaðaeigendur stýra nú opnunartíma staða sinna. Margir þeirra gripu tækifærið og opnuðu staði sína strax á miðnætti. Endelig kan jeg jo få lov til at komme ud og leve liv normalt igen. Hlutfall smitaðra meðal þeirra sem fara í sýnatöku í Danmörku er svipað og hér á landi þriðjungur. Í gær greindust 45.366 med COVID-19 i Danmörku. Nu når jeg læser de her coronatal hver dag, så slår de jo næsten nye rekorder hver eneste dag. Er det her forsvarligt? Det er heldigvis ikke den rigtige til at svare på, men det har vi jo nogle myndigheder, der siger, det er.
Og det må vi jo så vælge at stole på. Á meðan sum fagna nýfengnu frelsinu ætla önnur að halda áfram að fara varlega og ganga með grímur. Både når vi handler og når vi ude forskellige steder, fordi vi stadig utrygge og bange for at blive smittet. Önnur telja það taka tíma að venjast fjölmennum samkomum og nýjan leik. Jeg tror da helt sikkert, det er noget, man tænker på, når vi er mange mennesker samlet, at man også skal vende sig til den situation igen. Lögregla að meðaltali rúma 14 mánuði að rannsaka hverja kærða nauðgun og hefur málsmeðferðartíminn lengst töluvert undanfarin ár. Yfirlögregluþjónn segir rannsóknir bæði miklu fleiri og flóknari en áður. Þeir sem kæra nauðgun til lögreglu geta búist við því að það taki nokkur ár að fá endanlega niðurstöðu í málið. Hér má sjá þróun meðal málsmeðferðartíma hjá lögreglu undanfarin 5 ár. Hann var 10 mánuðir 2018 en fór upp í rúma 14 mánuði í fyrra. 50–70% nauðgunarmálana voru send í ákæruferli. Ákæruvaldið fer yfir þau mál og metur hvort eigi að gefa út ákæru. Á meðan hangir málið yfir bæði brotaþola og sakborningi. Svo heftir þetta einhvern veginn úrvinnslu vegna þess að þetta er alltaf í gangi. Þannig að þetta hefur alveg gríðarlega mikil flókin og erfið og neikvæð áhrif á brotaþola þessi langi tími sem líður. Þórhalla Bjarnadóttir kærði nauðgun í janúar 2015. Málið var tekið fyrir í héraðsdómi haustið 2018. Þannig að þegar þú ferð og berð vitni fyrir dómi, hvað þá liðið langt frá brotinu? Það voru, að verða 4 ár. Sakborningur var dæmdur í 18 mánaða fangelsi og til greiðslu miskabóta. En hann áfrýjaði því og þá ég tók aftur við þessi langa bið. Þá til Lánsréttur tók máli fyrir. Það var ekki fyrir en bara í nóvember 2020 og það var að verða 6 ár síðan nauðgunin átti sér stað. Og þá sem sagt var í dómari mildaður yfir í bara skilaspöldun. En ef við byrjum fremst í keðjunni, hvers vegna tekur lögreglurannsóknin svona langan tíma? Já, málsmeðferðartíminn hefur lengst tekið vegna þess að fjölgar málunum hjá okkur og þau eru líka heldur svona flóknar í rannsókn. Flest mál sem séu til rannsóknar í kynferðisbrotadeildinni krefjist þess að rafræn gögn séu sótt úr símum eða tölvum. En fyrst og fremst er þannig að við þurfum meiri bjargir. Þegar svo bjargir, þá er það fjármagn. Bjargir eru fjármagn, fólk, tæki, tól. Ég er ekki bara að tala um rannsakendur. Ég er að tala um þá sem rannsaka málin beint. Ég er að tala um þá sem að sækja inn rafrænum gögn og ég er að tala bara um líka þjónustusvið embættisins sem að við fáum mjög mikla þjónustu þar. Allt er þetta bjargir sem við þurfum að efla. Og það verður nánar fjallað um réttarstöðu brotaþola í Kveik eftir fréttir og Kastljós. Innviðaráðherra telur tilefni til að taka húsnæðisliðinn úr vísitölu neysluverðs en verðbólga mælist á mun minni. Hann segir mikilvægt að styðja betur við lágtekjufólk sem býr í leiguhúsnæði, til dæmis með breytingum á húsnæðisbótum. Verðbólga mælist nú 5,7% og hefur ekki verið meiri í 10 ár. Þetta er langt yfir verðbólgu markmiði Seðlabankans sem er 2,5%. Drífa Snædal, forseti ASÍ, sagði í fréttum RÚV í gær að þörf væri á neyðaraðgerðum stjórnvalda fyrir heimilin í landinu, við líka þeim sem gerðar hafa verið fyrir atvinnulífið. Innviðaráðherra segir ýmislegt þegar hafa verið gert fyrir heimilin og nefnir til dæmis hlutabótaleiðina. Sem var stuðningur við fólk og var bæði svo sem hefur virkað hvað best og gagnast líka held ég hvað flestum heimilum í landinu. Drífa sagði best að bregðast við meðal annars í gegnum barnabætur og vaxtabætur. Innviðaráðherra horfir til annarra þátta. Ég er ekki viss að við ættum að hækka vaxtabætur. Við erum kannski í þessu samhengi fyrst og fremst að horfa á húsnæðisbæturnar. Það er síðan stuðning við húsaleguna við þá aðila sem að virkilega lægst tekjurnar hafa. Hann segir ástæðu til að íhuga að hætta að reikna húsnæðisliðinn inn í vísitölu neysluverðs, þar sem sveiflur á húsnæðismarkaði ýki sveiflur í verðbólgu. Við höfum haft þá skoðun lengi. Það var ákveðið að falla frá því í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins, verkalýðshreyfinguna, sem hafði farið fram á það áður. Vegna þess að menn óttuðust að nú væru komnir tímar þar sem húsnæðisliðurinn myndi lækka vísitöluna. Hann hefur á liðnum held ég 10-12 árum ekki gert það nema í 2,5 ár. Allan annan tíma hefur húsnæðisliðurinn verið íþyngjandi fyrir þá sem eiga húsnæði. Það er líka búið að greina það að hann er öðruvísi reiknaður heldur en bæði Svíþjóð og Kanada og ýkir sveiflur. Þannig að ég er á þeirri skoðun að það þurfa að skoða það hvaða neikvæð áhrif svona reikniregla hefur á verðbólgu á Íslandi í dag.
Og þið ætla að ræða áfram efnahagsmálin og verðbólguna í Kastljósi kvöldsins, ekki satt, Sigríður Dögg? Jú, við fáum til okkar hagfræðinga frá ASÍ og samtökum atvinnulífsins til að rýna í stöðuna og ræða mögulegar aðgerðir. Við heyrðum líka í fólki og spurðum hvort það hafi áhyggjur af verðbólgunni. En við ætlum líka að ræða við stjórnmála sálfræðing samsæriskenningar og hvernig þau sem aðhyllast þær eru þenkjandi pólitískt. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg, og þetta verður allt saman í Kastljósinu og eftir við ætlum að halda okkur við pólitíkina. Því umboðsmaður Alþingis hefur beðið skýringu á skipun ríkisendurskoðanda í starf ráðuneytisstjóra og einnig á tímabundinni ráðningu ráðuneytisstjóra í iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu. Þingmaður Samfylkingarinnar segir að hér sé verið að setja hættulegt fordæmi. Á heimasíðu Alþingis birtist tilkynning í síðustu viku að forseti Alþingis hefði fallist á beiðni ferðamála, viðskipta og menningarmálaráðherra að Skúli Eggert Þórðarson ríkisendurskoðandi yrði fluttur til nýs menningar- og viðskiptaráðuneytis og skipaður ráðuneytisstjóri frá og með deginum í dag. Jóhann Páll Jóhannsson, þingmaður Samfylkingar, mótmælti þessu á Alþingi í dag og sagði að verið væri að misbeita lögum. Ríkisendurskoðandi sjálfstæður í sínum störfum. Hann trúnaðarmaður Alþingis, alls Alþingis, hann kosinn af Alþingi og hún verður ekki vikið úr starfi nema með samþykki Alþingis og hér hefur verið sett mjög hættulegt fordæmi og ég bara mótmæli þessu. Þetta stríðir gegn þrískiptingu ríkisvalds, þetta virðingarleysi gagnvart Alþingi og gagnvart þeim eftirlitsstofnunum sem starfa á vegum Alþingis og við hér í þessum sal, við getum ekki setið þegjandi undir þessu, við getum það ekki. Við verðum að taka þetta til skoðunar. Og eftir þessa ræðu birti umboðsmaður Alþingis bréf á heimasíðu sinni þar sem spurt út í skipun og setningu tveggja ráðuneytisstjóra. Annars vegar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, beðin skýringar á tímabundinni setningu Ásdísar Höllu Bragadóttur, ráðuneytisstjóra, og hins vegar Lilja Alfreðsdóttir, ferðamála, menningar- og viðskiptaráðherra, spurð skipun Skúla Eggerts Þórðarssonar ráðuneytisstjóra, en ráðherrarnir eru beðnir svör fyrir 12. febrúar. Súðavíkingar finna til óöryggis og kvíða vegna ástandsins í Súðavíkurhlið. 16 ára stúlka sér ekki fyrir sér að búa í Súðavík á framtíðinni vegna þessa. Þótt tíðarfar sé mildara en oft áður lýsti Vegagerðin 7 sinnum yfir óvissustigi vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð í janúar og lokaði veginum 3 svar. 2 svar þurfti að opna fjöldahjálparstöð í Súðavík. Í annað skiptið fengu 25 manns húsaskjóla meðan hlíðin var lokuð í 11,5 klukkustund. Arndís Eiríksdóttir á 1. ári í menntaskólanum á Ísafirði. Eins og fjölmargir aðrir súðvíkingar fer hún daglega hlíðina. Hún segir að það valdi kvíða og að móður hennar sé ekki rótt þegar hún úti með vinum sínum. Ég bara á Ísafirði, skilurðu, þá hún bara ógeðslega stresskassi yfir það að ég sé kannski lent í ykkur bílsleysi eða snjóflóði koma með grjóthrun. Veldur þetta því að þú reynir að draga úr ferðalögum þarna Yfirleitt. En ég líka bara að reyna svona að lifa félagslegu lífinu sem mjög erfitt þegar mamma manns sefur lítið og að mæta mjög þreytt í vinnuna og maður veit að það sé mér að kenna, skilurðu. Oft hefur hurðskolli nærri hælum hér í Súðavíkurhlíðinni og heimamenn velta því fyrir sér hvort að þurfa að fara á allra versta veg svo að eitthvað breytist. Dagbjört Hjaltadóttir, fyrrverandi kennari í Súðavík, lýsir hlíðinni sem tifandi tímasprengju. Og ég skildi svo verið fólkið á Seyðisfirði þegar þessi tilfinning að þú veist, það eitthvað í náttúrunni á þér og þú ræður engu það og það situr eitthvað þarna bara í maganum á þér og þér finnst þú ekki öruggur og það vond tilfinning. Göng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar eru hvergi í áætlunum stjórnvalda. Vestfjarðarstofa telur að framkvæmdin muni kosta 17 milljarða. Dagbjört segir heimamenn og atvinnulíf ekki mega við biðinni. Við verðum bara einhvern veginn að setjast niður sem þjóð og bara bora þau göt sem bora þarf og taka þá kannski bara lán fyrir þessu eða setja veggjöld eða hvað veit ég. En það er ekki hægt að segja við heilan landshluta. Þið eru bara að bíða og sjá greiðin. Arndís sér ekki framtíðina fyrir sér í Súðavík við núverandi aðstæður. Mér langar eiginlega að komast eitthvað annað ef þetta ekkert eitthvað að fara að lagast. Stjórnendur streymisveitunar Spotify hafa lofað bót og betrun eftir að hátt í 300 sérfræðingar skorið á fyrirtækið að setja sér skýra stefnu til að sporna við falsfréttum og upplýsingaóreiðu. Íslenskur læknir segir að ákveðin skaði sé skeður leið og falsvísindum sé dreift og Spotify þurfa að axla ábyrgð á því efni sem það dreifir og fjármagnar. Joe Rogan heldur úti einu vinsælasta hlaðvarpi í heimi.
Milljónir manna hlusta reglulega á The Joe Rogan Experience og eru þættirnir orðnir hátt í 1800 talsins. Vinsældirnar urðu til þess að streymisveitan Spotify samdi við Rogan árið 2020 að þættirnir yrðu aðeins aðgengilegi þar. Samningurinn hljóður upp á $100 milljónir eða rúmlega 14 milljarða króna. Ógn við lýðheilsu. 270 sérfræðingar gagnrýna Spotify vegna Joe Rogan, segir í þessari frétt Guardian. Bandarískir læknar og vísindamenn tóku sig saman og birtu opið bréf þar sem Joe Rogan sakaður að breiða út lygar, aðallega COVID-19. Nú fer líka hver að vera síðastur að hlusta á tónlist eftir Neil Young og Joni Mitchell á Spotify því hún verður fjarlægða þeirra óska sömu ástæðu. Þetta spurningur ekki tjáningafrelsi, heldur spurningur að hérna maður sem að taka við til einstakling sem eru dreifar hreinu falsvísindum og við sjáum það og það auðsannalegt að svo sé. Og það eitt. Annað að Spotify gefur Joe Rogan og þessu viðmælendum risastórt pallborð. Jón Magnús dvelur nú í Bandaríkjunum þar sem hann fæst við rannsóknir tengdar COVID-19. Hann segir rannsóknir sína að leið og falsfréttum eða falsvísindum dreift sé alltaf ákveðin skaði skeður. Þó að ég og aðrir sem eru í vísindasamfélaginu geta reynt að koma til móts við og segja þetta það sem vísindin segja okkur. Það alltaf ákveðin hópur sem grípur falsvísindin og bara trú þeim sama hvað mótrök koma á móti. Hvort sem það sem byggði á vísindum gögnum þeim. Og Spotify þarf að gera sér grein fyrir því að A. Þessar upplýsingar eru í dreifingu hjá þeim á sínu pallborði og B. Þeir eru að fjármagna dreifingu þessar upplýsingar einnig. Og þeir hreinlega átti sig á þessu taki viðeigandi ábyrgð. Það ákveðin málábyrgð sem trompar þetta blessaða málfrelsi og læknasamfélagið, vísindasamfélagið er fyrir lifandis löngu búið að sanna það að þetta er algjör vitleysa sem er verið að spýja þarna út. Þannig að það er ekki hægt að bjóða fólki upp á þetta. Við fullir virðingu fyrir Joe Rogan sem hefur gert fullt af skemmtulegum þáttum en þetta er bara ekki í lagi. Stjórnendur Spotify hafa brugðist við með yfirlýsingu og lofa bót og betrun og sjálfur virðist Rogan taka gagnrýnina til sín. It's a strange responsibility to have this many viewers and listeners. It's very strange and it's nothing that I prepared for and it's nothing that I ever anticipated. I am going to do my best in the future to balance things out. I'm going to do my best. Samræmt sorpflokkunarkerfi sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu verður innleitt í vor ef stjórnir þeirra samþykkja breytinguna. Það gerir meðal annars ráð fyrir tunnu fyrir lífrænan úrgang fyrir utan hvert heimili. 7 sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins hafa hver sitt sorpflokkunar- og sorphirðukerfi sem getur eðli málsins samkvæmt valdið ruglingi. Tillögur starfshóps samræmt kerfi á höfuðborgarsvæðinu eiga að einfalda það og stjórnir sveitarfélagana eru nú með þær til skoðunar. Formaður stjórnar þeirra vonast til að það endi með viljayfirlýsingu allra sveitarfélagana. Verður þetta að veruleika? Já, viljayfirlýsing, ég vil trúa því að menn skrifa undir svona þá ætla þeir alla leið. Breytingar á sorphirðukerfinu eru óhjákvæmilegar því næstu áramót taki gildi lög sem gera kröfu að 4 flokkum sé safnað við hvert heimili. Það er blönduðu heimilissorpi, plasti, pappa og lífrænum eldhúsúrgangi. Sjáu hérna, þá eru hérna 4 tunnu setup sem er í boði í Reykjavík. Brúna tunnan er fyrir lífrænan úrgang. Áætlaður stofnkostnaður í heildina fyrir öll sveitarfélögin eru 890 milljónir króna. Stærsti hlutinn fyrir 52.000 nýjar tunnur fyrir 512 milljónir í heildina. Gert er ráð fyrir að fólk geti valið einfaldar eða tvöfaldar tunnur. Þá er áætlað að rekstrarkostnaður á sorphirðu hækki 20%, meðal annars af því að sorphirðutími lengist. Það er nú þannig bara í lögum að þeir sem að menga þeir eiga að borga. Þess vegna er svo mikilvægt að setja inn í þetta kerfi hvata þannig að þú getur, ef þú vilt, þá getur þú komist ódýrara frá málinu. Gunnar segir að það eigi eftir að útfæra hvatana betur. Á móti er áætlað að móttökugjöld sorpu muni lækka þar sem endurvinnsluefni verða hreinni. Vinnsla er dýr, þannig að það er hægt að fara með hann þá tiltölulega mikið minna meðhöndlaðan upp í gæju og þaðan vinna úr honum moltu sem hefur ekki verið hægt að gera úr blandaðaströmmum. Það hefur verið ómikið af plasti og ómikið af gleri. Við erum svona að koma okkur meira inn í nútíman og framtíðina með þessu kerfi. Ég held að fólk sé í rauninni miklu tilbúnara heldur en kerfið hefur verið fyrir þetta. Þetta ætti að vera komið inn á við öll heimili, ekki seinna en næsta vor.
Heilbrigðisráðherra hefur skipað Runólf Pálsson í embætti forstjóra Landspítala til næstu 5 ára. 14 sóttu um stöðuna þegar hún var auglýst í fyrrahaust, þar á meðal Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir starfandi forstjóri spítalans. Runólfur er einn af yfirlæknum á COVID-göngudeildinni og varaforseti læknadeildar Háskóla Íslands. Hann tekur formlega við embættinu næstu mánaðamót. Einn afkastamesti uppstoppari landsins afhenti á dögunum sinn 400. kindarhaus. Hrútshausar eru í uppáhaldi og hann er steinhættur að stoppa upp litla hunda og ketti. Harmoníkuleikarinn Kristján Stefánsson frá Gilhaga hefur undanfarna 4 áratugi stoppað upp alls kyns skepnur. Þetta er mjög skrítið sko, þetta var ekkert aldrei meiningin að ég væri í þessu, en ég var bara spenntur fyrir svona öllu þessu náttúrufari og slík og fór að dönda við þetta bara sér sjálf á mig sko. Fór til kunningja minns og sá svona hálfan dag hvernig var farið að þessu og svo byrjaði ég bara. Tímamót urðu á ferlinum í desember þegar Kristján stoppaði upp sinn 400. kindahaus. En tímamótin þau hafa verið nokkur. Númer 300 þetta er verðlaunarhrútur þarna úr kvikmyndinni Hrútar. Já, þú ert bara með, þú ert búin að krukka í kvikmyndastjörnum. Já. Ég sé að þú hefur verið að stoppa upp gæludýr líka. Já, ég gerði það til að byrja með, sko, en ég er hættur að stoppa svona þessi litla kvikindi, bæði ketti og hunda. Hvað sinna það? Svona, það er bara, bæði, er þetta nú svo óskemmtilegt að fást við þetta. Og svo er það bara lítur þetta illa út, sérstaklega kettirnir. Þetta er orðið aðmyndaðar spiki og ekkert líkt sínum uppruna eiginlega. Og þegar Kristján er spurður hvenær hann ætlar að leggja dýrin á hilluna og hætta, stendur ekki á svörum. Frjáls minn lífs ég feta veg, fús þess gæði að þiggja, áttræður verða ætla ég dauður liggja. Og við ætlum að fjalla um veður. Það er suðvestlæg átt boðuð gola eða kaldi og éljagangur sunnan og vestan til. Það lægir og léttir til norðaustanlands í kvöld og í nótt og frost víða á bilinu 2 til 8 stig en sums staðar kaldara í innsveitum fyrir norðan og austan. En það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur þegar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Vetrarólympíuleikarnir í Peking hefjast eftir aðeins 3 daga. 74 ár eru síðan Íslendingar kepptu fyrst á leikunum. 5 Íslendingar keppa í ár. Hreinskilni sonar Andreasar Palekka, markvarðar sænska landsliðsins í handbolta, hefur fengið marga til að brosa undanfarinn sólarhring. Og keppt verður í klifri á alþjóðlegu Reykjavíkurleikunum í kvöld í beinni útsendingu. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Heilbrigðisráðherra býst við hraðari afléttingum og sóttvarnaaðgerðum bæði innanlands og á landamærum. Landspítalinn hefur verið færður af neyðarstigi. Danir afléttu öllum takmörkunum á miðnætti. Það tekur lögregluna að meðaltali rúma 14 mánuði að rannsaka nauðgunarbrot, það er meira en 2-földum frá því fyrir áratug. Málin eru fleiri og flóknari nú, segir yfirlögregluþjónn. 16 ára stúlka frá Súðavík reynir að forðast að fara Súðavíkurhlíð til að valda móður sinni ekki áhyggjum. Hún segist ekki sjá fyrir sér framtíðin í þorpinu út af aðstæðum í hlíðinni. Stjórnendur Spotify hafa heitið því að bregðast við gagnrýni vísindasamfélagsins á einn vinsælasta hlaðvarpsþátt heims sem er sagður dreifa falsfréttum um COVID-19. Ábyrgð trompar málfrelsi, segir aðjúnkt í félagsfræði. Þessum fréttatíma er lokið og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi og svo er það Kveikur, en við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.